Í Vesturbænum tóku KR-ingar á móti Eyjamönnum. Staðan einfaldlega sú fyrir leik að ef KR myndi tapa leiknum væri liðið fallið niður í næstefstu deild. Eftir nokkuð fjörugan fyrri hálfleik náðu liðin ekki að koma boltanum í netið og var staðan markalaus í hálfleik. KR fékk dæmda vítaspyrnu þegar 8 mínútur voru liðnar á síðari hálfleiknum. Marcel Sabatoski dæmdur brotlegur innan vítateigs rétt fyrir hornspyrnu. En Helgi Mikael vildi þarna meina að hann kýli hér Guðmund Andra Tryggvason niður. Aron Sigurðarsson á punktinn og skoraði að miklu öryggi 1-0 fyrir KR. Eyjamenn fóru nánast strax upp í sókn og jöfnuðu leið 1-1 og var þar að verki Oliver Heiðarsson. Darradansinn í teig og mark niðurstaðan. Oliver vel vakandi. KR-ingar komust yfir aftur á 63. mínútu þegar Eiður Gauti Sæbjörnsson skallaði boltan í marki eftir sendingu frá Hjalta Sigurðssyni. Á 68. mínútu fekk Þorlákur Árnason þjálfari IBVF rautt spjald fyrir að segja eitthvað við fjórða dómara leiksins. Hann var allt annað en sáttur við spjaldið og tregur til að yfirgefa völlinn. Norðan á sama tíma tóku KA-menn á móti IA. Leikunum fór vel af stað fyrir Skagamenn, en Baldvin Þór Bentsen kom þeim yfir á 7. mínútu með þessu stórkostlega skoti vel fyrir utan teig. 10 mínútum síðar náðu KA-menn að jafna metin þegar Birgir Baldvinsson prjónaði sig í gegnum vörn Skagamann og hamraði boltan í netið. Aðeins 3 mínútum seinna voru KA-menn komnir yfir þegar Hallgrímur Mar Steingrímsson afgreiddi boltan glæsilega í netið. Smekkleg afgreiðsla. Ingimar Ståle skoraði síðan 3. mark KA á 67. mínútu og staðan orðin 3-1 fyrir KA. KA-menn komust í 4-1 á 83. mínútu þegar Ásgeir Sigurgeirsson skoraði fínt mark og Skagamenn sáu einfaldlega ekki til sólar eftir að þeir komust yfir í leiknum. Stuttu seinna skoraði Hallgrímur Mar ótrúlegt mark. Takið eftir þessu. Hér reynar skota löngufæri og hann í netinu! Sturlað mark frá Hallgrími Mar Steingrímssyni, takk fyrir! Niðurstaðan 5-1 sigur KA. Í Mosfellsbænum mættu Vestramenn í heimsókn til afturheldingar. Bæði liði mikilli fallbaráttu fyrir leikinn. Hvorugt liði náði að skora í fyrri hálfleik og var staðan jöfn eftir 45 mínútur. En á 57. mínútu fekk afturhelding algjört dauða færi þegar Þórður Gunnar Hafþórsson á þessa frábæru fyrirgjöf á fjær og Hrannar Snær Magnússon skallar boltan á nærstöngina. Guy Smith ver frábærlega. Hrannar reynir síðan hér að fylgja eftir en Eiður Aron hreinsar boltanum í burtu. Hrannar náði að skora fyrsta mark leiksins og kom það á 77. mínútu. Frábært skot vinstramegin inn í teignum og þessi bolti erfiður fyrir Guy Smith 1-0. En Vestramenn neituðu að gefast upp. Og á 97. mínútu gerðist þetta. Bergmann sýndist mér. Sendingin á teginn. Þeir eru áttir á fjær. Pétur með skallan. Og þetta endar í netinu. Þeir jafna metin. Ágúst Eðvald Hreinsson með flautumark. Ótrúlega mikilvægt mark hjá Ágústi. Niðurstaðan 1-1 í jafntefli. Rándýrt fyrir Mosfellinga að missa þetta niður í jafntefli. Staðan á botninum eftir leiki dagsins er þannig að Afturelding er á botninum með 27 stig. KR í næstnæsta sætunum með 28 stig. Vestri er þar fyrir ofan með 29 stig og IA með 31 stig. Loka umferðin verður því rosaleg næstu helgi.